Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla hvernig á að ná upp Lúsinus vinningsaðferðinni. Þeir eru búin að læra hvernig sú aðferð virkar sem í grunninn að skera svarta kónginn að, koma honum í burtu, staðsetja hrókinn á til dæmis 4. eða 5. reitaröðinni og nota síðan hrókinn sem skjól fyrir kónginn til að koma kóngnum frá peðinu. Þá þurfum við einhvern veginn stundum að geta náð upp þessum stöðum. Og hér svona dæmi það hvernig hvítur gerir það. Í þessari stöðu hér hefur hvítur nokkra leiki. Hann getur annars vegar hreyft kónginn og hann getur líka hreyft hrókinn. Ef hvítur ákveður að leika til dæmis leika eins og kóngur G6 sem virkar fyrstu sín mjög eðlilegur leikur vegna þess að eftir skákina hér getur hvíti kóngurinn farið á F7 og peðið kemst áfram. Sem myndi þýða að við varum mjög fljótt að komast upp í þessa vinningsstöðu. Gallinn hins vegar sá að svartur getur leikið kóngur E7 sem miklu hættulegri leikur fyrir okkur heldur en við gætum haldið í fyrstu sín vegna þess að núna gengur ekki að fara áfram með peðið vegna þess að það drepið með skák og ef við skákum hér þá getur svartur kóngurinn farið á F8 og þessi staða hér jafnteflisstaða. Hún mjög flókin en þetta samt jafntefli með bestu taflmennsku. Vegna þess að ef hvítur leikur hér þá getur svartur kóngurinn komist hér og þetta aðbrigði sem ég mun fara yfir seinna en ekki þessu myndbandi. Förum þá aftur í uppástöðuna hér. Ef hvítur leikur eitthvað til dæmis eins og hrókur A5 með hugmyndina til þess að geta farið með kónginn áfram, þá getur svartur einfaldlega líka leikið kóngur E8 og hér hefur hvítur ekkert betra heldur en að skáka aftur til þess að komast eitthvað áfram. Vegna þess að ef hvítur kóngurinn fer í burtu, þá mun svartur bara skáka og við erum engu bættari í þessari stöðu nema að fara aftur upp í uppástöðuna sem þessi hérna staða. Þannig að það sem hvítur þarf þess að leiki í þessari stöðu að hann þarf að valda þetta peð á annan hátt til þess að geta komið áfram. Og hann gerir það með því að leiki þessari stöðu hrókur F8 sem eins og ég segi lítur frekar skringilega út vegna þess að við erum ekki að valda peði vegna þess að kóngurinn fyrir en núna gerir þetta okkur kleift að fara með kónginn á G7 og fara síðan áfram með peði. Sjáum til dæmis hvað gerist í þessari stöðu núna. Ef svartur leikur eitthvað til dæmis eins og bara hrókur H1 í burtu þá getum við leikið kóngur G7 skák og kóngur F7 og núna kemst peði áfram. Svartur leikur til dæmis hér, F6, skák, hérna, hér og hrókur A8 og núna það sem mun gerast að lúsinastaða mun bara koma upp eftir nokkra leiki. Svartur mun örugglega skáka, hvíti kóngurinn fer hér, hrókurinn fer jafnvel fyrir og á endanum kemst hvíti kóngurinn nær að leika F7 og koma peðinu upp á F8 eða við fáum upp lúsinastöðun eins og við fórum yfir áður. Þannig að ef við förum aftur í þessa stöðu hér, það kannski aðeins merkilega hvað gerist ef svartur býður í þessari stöðu hér, leikur til dæmis eitthvað eins og hrókur F2, þá getum við leikið núna í þessari stöðu hér kóngur G7. Og hugmyndin að svara kóngur E7 með F6. Og ef svarti kóngurinn fer á E6 þá getum við einfaldlega leikið hrókur E8, skák hér og F7 og peði valda hróknum, eða peði valda hrókinn og peði rennur síðan upp í borð. Og ef svartur skákar þá löpum við bara alveg að hróknum og gerum síðan drottningu. Þannig ef svartur skákar þá förum við áfram, hrókur F2, F6 og núna eftirleikurinn frekar auðveldur. Við þurfum einfaldlega bara að hreyfa hrókinn og förum með hann á A8 og núna getum við komist með kónginn á G7, leikið F7 og kóngur F8. Svartur hefur ekkert betra heldur en að leika þessu, kóngur G7, skák, hérna, hrókur F2 og F7 og í sjálfum sér skiptir ekkert rosalega miklu máli hvað svartur leikur vegna þess að næsti leikur hjá okkur hrókur A4 og hrókur E4 og þá náum við upp þessari stöðu sem við vorum að tala áðan, sem lúsina vinningsaðferðin. Til dæmis segjum að svartur leikir hrókur G2, þá leikum við hrókur A4, svartur leikur núna kóngur D6 til þess að reyna
svara til dæmis hrókur E4 með kóngur D5, þá getum við einfallega leikið þessar stöðu bara kóngur E8, af því svarti kóngurinn valdar ekki D7-reitin, og ef svartur skákar, þá getum við farið hér, og þetta er einfallega unnin staða vegna þess að eftir skák hér, þá getum við leikið skák og síðan kóngur E7 og peðurinn upp í borð. Eða svarti kóngurinn fer hér, og þá held ég að þetta sé frekar einfalt að leika ykkur eins og kóngur E8 og fara síðan mögulega með kónginn á G7 og hrókur G6, og það ætti að vinna. Þannig að ef svartur leikur í þessari stöðu núna bara eins og hrókur G, þá kemur það staðan eins og við þekkjum úr fyrra myndbandi sem er bara skák, og ef svarti kóngur fer hér, þá búið til drottningu. Ef hann fer í burtu, þá kemur þessi hér leið fyrir kónginn með hrókur F4 fyrir, og svo hvítur gerir drottningu. Þannig að það er rosalega mikilvægt að þekkja fyrst lúsinastöðuna, og síðan þegar við erum búin að læra hana að fara yfir hvernig við eigum að ná henni upp.